Hvernig eigum við að reikna dæmi eins og 5 mínus 3 sinnum 2? Líklegast finnst öllum augljóst á þessum tímapunkti að við viljum reikna fyrst út úr þessu hér og líta á það sem 6 og skrifa þá svarið sem 5 mínus 6 og síðan kannski útkoman mínus 1. En hvers vegna eigum við ekki að reikna fyrst 5 mínus 3? Það má í rauninni segja að það sé ekkert augljóst við það frá náttúrunnar hendi, heldur erum við í rauninni bara búin að koma okkur saman einhverja reglur sem segja að það sé hentugast að margfalda áður en maður leggur saman og dregur frá. Ef maður hefði viljað, þá væri allt í lagi að setja sviga hérna utan þetta hér til að sýna að maður vilji endilega margfalda áður en maður dregur frá. Og þetta byggist bara einfallega á því sem við köllum reikningsröð. Og hún byggist á þessari hugmynd hérna að þegar við sjáum eitthvað til að reikna, þá viljum við venjulega fyrst reikna innan sviga með reikningsreglunum hérna neðan. Og það byggist á því að við viljum venjulega fyrst hefja í veldi, síðan margföldum við og deilum, þar næst leggjum við saman og drögum frá og pössum okkur að vinna alltaf frá vinstri til hægri. Og með þessa reikningsröð í huga, þá getum við vitað að 5 mínus 3 sinnum 2 þýðir 5 mínus 6 að því ég á að margfalda og deila áður en ég gerir samlagningu og frádrátt. Ef ég hefði bætt þessum svigum, þá er ég að gera þetta eins augljósara. Hérna kemur dæmi sem var vinsælt á samfélagsmiðlum fyrir nokkrum árum af því að fólk gat ekki auðvitað komið sér saman svarið. En ef við reynum að nota hugmyndina sem ég var að skrifa þarna á blaðið reikningsröð, þá er ég fyrst að reikna út úr svigum. Þannig að ég ætla að skrifa þetta sem 6 deilt með 2 svíin 1 plus 2 og það er 3. En hvað gerist þetta á milli? Er svíin ennþá fyrir þristin? Það skiptir kannski ekki máli lengur, en í rauninni er ósýnileg margföldun hérna. Við bara nennum yfir þetta ekki að skrifa svona margföldun á tákn fyrir framan sviga, en engu að síður er það rauninni 2 sinnum 3 hér. Svo spurning hvað ég gerir næst. Á ég að reikna fyrst 2 sinnum 3 eða á ég fyrst að reikna 6 deilt með 2? Og samkvæmt því sem ég skrifaði hérna, þá skiptir máli að reikna sviga og veldi fyrst, við erum búin að því, svo margfalda og deila og nú er rauninni vandinn minn þessi, ég er bæði með margföldun og deilingu, en ég sagði líka að við erum að vinna frá vinstri til hægri. Þannig að samkvæmt því, þá er deilingin og margföldunin hérna jafn rétthá, það er ekkert sem á augljóslega fyrir undan hinu, nema þá ég vinnið frá vinstri til hægri. Þannig að fyrsta sem ég á að gera er þessi deiling hérna, bara því hún kemur á undan. 6 deilt með 2 er það fyrsta sem ég vil gera, og það er 3. Svo er þessi sinnum 3 ennþá hérna með. Þannig að samkvæmt þessu er útkoma 9 og það er niðurstaðan eins og við lítum á hana út frá venjulegum reikningsreglum. Svona getur verið ruglingslegt og þess vegna er yfirleitt betra að bæta við svigum frekar en ekki ef það er eitthvað óljóst varðandi svarið. Þetta hérna er líka auðvelt að rugla saman við eitthvað sem maður gæti haft í algebru sem lítur svona út. Ef við segjum til dæmis x deilt með 2 y. Hvað meina ég með þessu? Meina ég þetta? Gæti alveg verið satt, eða meina ég þetta, sem gæti alveg líka verið satt. Og þess vegna er oft betra að hafa fleiri sviga en færri ef við viljum gera augljóst hvað við meinum. Ef við meinum þetta, þá er kannski verið betra að hafa sviga hér. Ef ég meina það ekki, já þá er ég að meina þetta hér, og kannski hefur þá frekar viljað hafa sviga utan x og tvistin. Þegar við erum með þessa reikningsröð og hugsaum það hvernig það tengist algebru, þá er líka ágætt að hafa í huga ef við erum með eitthvað eins og til dæmis 5 mínus 3 í öðru og við höfum að reikna eitthvað út úr því. Þá, samkvæmt reikningsröðinni á ég að vinna mig í gegnum sviga fyrst og ég veit að 5 mínus 3 er bara 2 og 2 er þá í öðru hérna og svarið er þá 4 og ég er búinn. En ef það stendur eitthvað eins og x mínus 2 í öðru, þá er ég aðeins annars konar vandræðum af því að
ég get ekki reiknað út úr þessu og fengið svar eins og hérna áðan, en ef að fyrirmælin í dæminu segja að reikna upp úr sviganum, þá getum við gert það með einhverjum venjulegum reglum og fáum eitthvað eins og x í öðru mínus 2x mínus 2x pluss 4, sem við getum þá einfaldað í x í öðru mínus 4x pluss 4. Og þessi leið myndi líka alveg virka hér. Ef ég verið endilega vil, gæti ég margfalda þetta með ferningsreglunni og fengi eitthvað eins og 5 sinnum 5 mínus 5 sinnum 3 mínus 5 sinnum 3 mínus pluss mínus 3 sinnum mínus 3. Og það myndi þá vera 25 mínus 15 mínus 15 pluss 9. Og þetta bara ekkert voðalega gaman. En ég get fengið samt sama svar af því að ég sé til dæmis að þetta er 10, 10 mínus 15 pluss 9 er eitthvað eins og 19 mínus 15 og það er 4. En þetta myndum við venjulega ekki vilja gera af því að okkur finnst einfaldara að reikna fyrst 5 mínus 3 og setja það svo í annað veldi. En ef bókstafirnir eru með, þá þurfum við kannski að fara aðra leið. Við getum þá spáð aðeins í kannski örlítið öðrum dæmum eins og hér. Hvernig eigum við að túlka dæmi svo þetta? 9 pluss 9 mínus 9 sinnum 9 deilt með 9. Og ef ég vildi kannski gera aðeins skýrara hvað ég meina, þá geti ég vilja bæta svigum við dæmið. En ef við tökum þetta bara nákvæmlega eins og þetta er hérna, þá segir reikningsröðin að ég margfalda og deila fyrst. En ég ætla bara að geyma hérna 9 pluss 9. Síðan segir þetta mínus, og svo ég margfalda og deila. 9 sinnum 9 er 81, og ég er með 81 deilt með 9. Svo geymi ég hérna bara 9 pluss 9 áfram. Og 81 deilt með 9 er 9. Og ég fæ þá eitthvað eins og 18 mínus 9. Og útkoman úr því er 9. Þannig að það er engin önnur leið til að túlka þetta hér, en kannski verður þetta að setja það skýrara fram með einhverjum svigum. Það er líka áhugavert að taka eftir því að brotastrik getur virkað eins og ósýnilegu svíi. 4 deilt með 1 pluss 1 get ég hugsað strax sem 4 deilt með 2 og þá er svarið 2. En 4 á móti 1 pluss 1 gæti ég líka hugsað sem 4 deilt með 1 pluss 1 og þá sjáum við hugmyndina síðan áðan að ég vil reikna fyrst út úr 1 pluss 1, þetta er 4 deilt með 2 og það er áfram 2, þannig að ég fæ sama svarið, ég bara hugsa örlítið öðruvísi. Hérna er þá svipað dæmi, þar sem að við erum með sviga, veldi, summu, frádrátt, margföldun og eins og áðan þá er hugmyndin að vinna sig fyrst í gegnum svigan, þannig ég geymi hérna 2 pluss og inn í sviganum er veldi, þannig að fyrsta sem ég vil gera er þá 5 í öðru og það er 25. Síðan kemur 2 sinnum 3 og ég þarf að passa með mínusinn á ekki við en það. 2 sinnum 3 er 6, þannig að ég byrja á því. Og svo þarf ég að klára að vinna mig inn í sviganum. Að þetta er þá 2 pluss og inn í sviganum er 25 minus 6 sem er 19 og nú er svíinn búinn að þjóna sínum tilgangi, þannig ég get bara að skrifa 2 pluss 19 og það er 21 og þá er ég búinn. Að lokum, ef við skoðum dæmi eins og þetta hérna, sem er svona hálfgert skrýmsli sem er auðvelt að tínast aðeins í, sérstaklega mikið af reikningum, mikið af svigum, getur verið pínu ruglingslegt að átta sig á því hvaða svíi á við hvað. En ef maður setur dæmið skipulega og vandlega upp og reynir að gera ekki mikið í einu, þá þarf þetta ekki að vera svo flókið. Þannig að formlega séð á ég að klára alla sviga hérna, en ég ætla bara að leyfa mér að byrja á að segja 2 sinnum 3 er 6, ekkert meira við því að segja. Síðan þarf ég að vanda mig hérna að það stendur mínus 2 og síðan svíi. Og eins og áðan þá er rauninni ósýnileg margföldun hérna að tvisturinn er að margfaldast þau allt innan svigans. Þannig að það er freistandi að gera strax 6 mínus 2 en það má ekki af því að margföldunin á við tvistin hérna og við getum ekki gert það strax. Þannig að þetta er 6 mínus 2 sinnum einhver svíi og inn í sviganum
fáum við þá 5 sinnum mínus 2 í öðru og ég á að gera veldi áður en ég geri nokkuð annað. Þannig að þetta verður eiginlega að vera 5 sinnum og mínus 2 í öðru 4. Svo kemur mínus og svo kemur ný svíi allt í einu. Þannig að við þurfum að halda honum opnum og ég get ekki gert 6 plus 4 strax af því að fjarkinn að deilast hérna með sviganum mínus 2 sem að minna okkur á þá að mínusinn þarf líka að vera með í deilingunni. Þannig að þetta 6 og svo kemur 4 deilt með mínus 2 sem er mínus 2. Þannig að einfaldasta leiðin bara að segja hérna 6 mínus 2. Formlega séð hefði ég kannski átt að gera þetta veldi hérna á undan hinu en við sleppum hérna því að það er bara alveg út í enda og við fáum þá eitthvað eins og mínus 4 hér. Svo þurfum við að reyna að loka þessum svigum. Hérna er ég að loka þessum sviga, svo einum í viðbót. Það er þessi hér. Svo reynum við að halda áfram og alveg svo áðan, ég get ekki gert 6 mínus 2. Það er bara 6 mínus það sem kemur hérna fyrir innan, tvistur. Svo ætla ég að leyfa mér að gera 5 sinnum 4 og það er 20. Svo kemur næsti svíi og nú ætla ég að reyna að reikna það bara allt í honum. 6 mínus 2 er 4 og 4 mínus 4 er 0. Þannig að allt þetta hérna í rauninni bara hverfur. Og venjulega þurfum við ekki að skrifa 0 en bara svona akkurat í þessu dæmi skulum við gera það til æfugur. Þannig að þetta er í rauninni 20 mínus 0 sem er náttúrulega bara 20. Þannig að dæmið er í rauninni 6 mínus 2 sinnum 20 og nú reynum við bara að klára það og alveg eins og með reglurnar áðan þá verður þetta bara 6 mínus 40 og við getum séð mjög auðveldlega að því að 40 mínus 6 er 34 að útkoman hér er mínus 34. Þannig að eitt af því sem að sést nokkuð vel hérna á þessum skrefum er að það borgar sig að gera ekki alltaf mikið í einu og það er líka mikilvægt að panikar ekki því að þó að það sé mikið í dæminu þá eru reikningarnir ekkert endilega flóknir ef maður setur á skipulega og vandlega upp.